Góðan daginn. Að gá hvort ég muni þetta ennþá. Góðan daginn og velkomin í þátt númer 152 hér á YouTube-rásinu minni. Ég heiti Helga og ég er handavinnu Óð. Í dag er 13. nóvember 2025 og ég tók upp síðasta þáttinn 7. janúar 2024 og ég svo sem er ekkert að koma sjálfur með neitt sérstaklega óvart með því að mæta hérna aftur. Þetta var bara ágætt á þessum tímapunkti þegar að þessu lauk síðast. Mér fannst ég ekki einhvern veginn, mér fannst ég bara að vera búin með þetta þannig upp á þessu marki. En á þessu ári er ég búin að fókusa rosalega mikið bara á eigið prjóneri og þess aftar og lítið verið að vinna fyrir Linda og Stephen en samt aðeins og það er alveg núna. En ég held þetta séu fyrstu 2 verkefnin hreinlega bara á þessu ári sem ég er að gera fyrir þau. En það er líka slag, ég er alveg búin að njóta þess í botn að gera bara það sem mér sýnist þegar mér sýnist. Þannig að ég ætla svona að fara yfir það sem ég hef nýlega klárað. Ég hef haldið alveg rosalega illa utan allt síðan ég hætti að taka upp þættina. Og þannig að ég man ekkert endilega, þú veist, hvað ég gera þessu ári eða síðasta ári eða svona alla. Og lítið skrifa þetta niður, lítið tekið myndir og setta á Instagram en samt þó eitthvað. Og það er náttúrulega kaffi þó klukkan sé að vera 3. Þannig að ég ætla svona að fara yfir þetta, hvað ég er búin að vera að gera. Og þetta byrjar ekkert sérstaklega vel, til dæmis með því að segja frá þessari peysu. Ég man alls ekkert hvað gagn ég notaði í hana, en ég man að öskristinn heitir Alpine Bloom. En þetta er bara svona stutterma peysa með fallegum ermum og það er líka, nei það er bara garðaprjónn neðst, það er í kraganum sem er líka svona fallegt. Og svo er þetta litskipt gatt sem að breyti sér sjálft. Ég man þó að ég keypti þetta garn í Storkinu. Og þetta bara, já, mjög næs svona. Ég myndi kannski ekki fara í henni út í 4 stiga frost sko, en jú innan undir úlpu. En þetta voru svona þægilegur heimabólur og úti á sumrin bólur hér á Íslandi allavega. Þannig að tæmlega séð má segja að þetta sé fyrsta klárið mitt síðan 7. janúar 2024. Eða þannig. Nú, svo er klár númer 2. Þar reyndar er óþvegið en ég er búin að ganga frá öllum endum. Þetta er svona ungbarna teppi og ég ætla að opna hennar spjaldtölvuna því ég man ekki fyrir horn. Þetta teppi heitir Elías Hekla teppi og er eftir Elínu Kristínu Guðrúnardóttur sem er annar eigandinn af handverkskunst í Árbænum. Og þetta er annað af 2 teppum, hitt er í vinnslu, sýningu það eftir, en það er sem sagt mannsins míns megin er 3. tvíburasettið á leiðinni. Systir mannsins míns, hún á tvíbura sem fæddust 2007 og síðan á stjúpdóttir mín og dóttir mannsins mín, hún á tvíbura, hvað langar maður að segja, 2020, október 2020, árið 9 orðna 5 ára. Og svo er bróðir mannsins míns að verða afi tvíbura sem eru strákur og stelpa. Þannig að auðvitað var ég þá að græja eitthvað á þau 2. Svo ég dotti svolítið svona í heklið með prjóninu og
sem er bara mjög fínt með, að því ég er með svona pínu spasmavesen hérna í bæsefnum hjá mér og þá var gott að reyna að vera með fjölbreyttar hreyfingar, ekki bara alltaf að prjóna. En þetta Drops Baby Merino, bara ég veit að þetta hugnast mömmunni að því að ég gerði danska prinsateppið handa dóttur hennar, fyrsta barninu hennar og það var líka úr Baby Merino frá Drops og henni finnst svo geggjað að geta bara hent þessu í þvottavél og ekki þurft að stressa sig á því neitt. Enda hefur ung mamma nægt annað að hugsa heldur en eitthvað flókið gagn. Þannig að ég gerði þetta fínt og snoturt þegar að hitt verður klárt og sýni þau þá bara saman aftur þá. Já, ég sýni ykkur þá eftir, það annar litur á því. Maður, þú veist, já, ég ennþá þannig að ég á ekkert rosa auðvelt með að gera sömu uppskriftina tvisvar eða vera með sama litin lengi í einu, þannig að ég ekki að gera sömu uppskriftina í hinu tilfellinu, en ég valdi þá annan lit svo ég var ekki áfram í þessum gula og líka bara skemmtilegt að þetta stelpur strákur og bara gaman að hafa það í sig. Nú svo gaf hún Andrea Mári út mjög skemmtilegt svona sjáltrefil, eða ég veit ekki hvað að kalla þetta, sem hún kallar Jonty. Þetta þvegið og frágengið og allt, en ég á eftir að klippa endan. Þetta já, það má eiginlega segja þetta sé trefill frekar en eitthvað annað. Og hún gerði þetta svona með það fyrir augum að þeir sem að spinna og svona, maður oft bara með eina hespu af því að kannski tvær, að það væri í það og það hægt að gera þetta úr alls konar grófleikum. Þetta fissimannsribb fram og tilbaka, bara mjög skemmtilegt og þægilegt, bara svona sjónvarpsverkefni og þetta Life in the Long Grass DK grófleiki, fá ekki fleiri upplýsingar, man ekki hvað heitir einsunni eða neitt, en þetta bara handlitað gourmet garn og þetta fer bara í gjafasafnið mitt, að ég nota ekki mikið svona bláa tóna sjálf og á nóg. Ég var nú til dæmis bara, þú veist, að því við búum núna í töluvert minni íbúð heldur en við höfum gert og ég var nú að taka skurk í handavinnunni minni og það voru alveg 4 stórir plastkassar sem fóru niður í geymslu og ég setti á í svona myndaalbúm á Facebook hjá sjálfur mér og það svona vinnur og vandamenn að fá sér jólasokka og eitthvað svona þar og svo bara ætlaði ég að gera eins og ég gerði á síðasta árið, þá leiði ég mig bás í Vestlanahöllinni og seldi þar. Það var bara geggjað. Og þar, þú veist, þar fólk bara hinn og þess að kaupa og maður bara passa að skilja eftir góðar upplýsingar hráefni og þess aftar og þar getur fólk einmitt káfað á þessu og athugað hvort það stingur og allt það. Þannig að ég mæli alveg hygglust með þessu. Það fóru, ég nota akkurat næstum 200 grömm í þetta. Það smá smá bolti eftir, kannski 8 grömm eða eitthvað. Og það alveg leiðbeiningar í því í uppskriftinni hvað best að stoppa til þess að byrja að fækka lykkunum upp á að garnið endist. En þetta sem sagt Jonty eftir Andrea Mári eða Dreareneinits á Ravelli. Svo eru önnur svona upptök aðstæða, þar herbergið mitt alltaf hvolfi í jólagjöfum og bara almennum drasli eftir að ég fór þarna hamförum helgina. Og á eftir að ganga almennilega frá því. En svo ég að gera sýnishorn fyrir Stephen og Lindu úr nýja garninu hans sem að
Mér skilst að koma í snemma næsta ári. Og við sem tókum þátt í leyniprjóninu og keyptum kit í það frá Stephen and Penelope fengum NASA þegar af því. Þar var það í svona forsölu eða svoleiðis. Svo fer það í almenna sölu fljótlega á nýja ári. En þetta er Dr. Dre's sem er náttúrulega bara einhver mesta snilldar sjálauppskrift sem ég veit um. Og þetta er fingurinn grófleiki af þessu garni og ég notaði 200 gram og þetta er bara vel stórt. Ég var reyndar alveg að bilast á að prjóna á svona dökka því ég bara, augun eru bara orðin leiðileg við konuna hvað svona var þar. En ég er búið með það og var að nýbúin að þvoða og gera það fínt og bara eftir að klippa endana og aðeins svona gera það ennþá betra. En að garninu, þetta er sérst Westwool og heitir Hex og þetta er 85% merinóll og 15% nælon og er bara algjört æði. Þetta er garn. Ég er að gera sérst annað sýnishorn úr þessu, sýningu svo. Þetta er sérst 100 gram í hespunni og það eru 400 metrar. Og ég prjónaði sjalið á 3,75. Minnir mig alveg örugglega. Stendur hérna. Svo sér maður ekki neitt. Það er bara ameríska. Nei, hérna er það. Já, 3,75. Þannig að þetta er sem sagt þá fjórða klárið. Sjal, trefill, teppi og bólur. Og þá bara vindum við okkur hérna yfir í hérna verkjavinnslu. Og þá ætla ég bara að sýna ykkur svona eitthvað hitt sýnishorni sem ég er að gera úr þessu Hex-garni frá Stephen and Penelope og er framleitt fyrir Westwool. En þetta er Striped Asian sem að mér finnst alveg ferlega gaman að gera. Ég er búin að gera eitt svona bleikt og ljósblátt og rosalega helgulegir litir, sérstaklega þessi bleiki og þetta er ekki svona, þetta er svona ljósblár einhvern veginn sem að ég get þolað upp við andlitið á mér og þetta á að verða stærri típan með minnir að meitt sem minni típan, ekki það skiptir neinu máli, en þetta er bara geggja næs, þetta er bara eins og Dr. Dre's, þetta er bara hérna garðaprjón, síðan kemur móherriðin í að leika með þessu og þá koma stóru götin í sem að svona eru aðalmerki þessar uppskriftar, þessi risagöt sem að Stephen var með æði fyrir á sínum tíma og komu fram í mörgum sjölum hjá honum. En þetta er líka Westwool Glow Hair og þetta er 64% mohair og 36% Mulberry Silk. Og nú alveg, sko þetta er til í hérna hjá Stephen and Penelope og þetta er Fandango liturinn, alveg óbúslega fallegur. Hann er kannski pínu yfirlýstur og svo eru dökki liturinn Kuvera Canal House og Dutch Sky og þetta er bara sömu greinilega sama litapaletta og er á hinum grófleikunum. En hérna, mér finnst þetta rosalega skemmtilegt garn. Ég hef grun að fyrir löngu hafi ég prófað það sem að, já, svona fingurinn garn fram. Það er eins og að minnir að hafi klofnað aðeins meira, en þetta hefur ekki verið með nokkurt einasta vesen, ekki það að hitt hafi verið með eitthvað vesen. Maður bara tekur stundum eftir því þegar maður er að vinna með nýtt.
þetta er rosa gaman og það styttist í að ég fara að komast í móherkaflan sem svo skemmtilegur af því að sjalið stækka svo rosalega þegar stóru götin koma, en það líka fjölga lykkjunum. Nú og þá bara ég líka með sko, ég ekki með eitthvað sérstaklega niðurskrifað fyrir þessa upptöku annað en það að ég tékkaði hvenær síðasti þáttur var tekin upp og hvaða dagur var í dag og nú með hvað síðasti þáttur hefur verið. En hins vegar daginn þá tók ég uppfyllunaræði sem að olli því að ég fór að hugsa, já, kannski hendi þátt, mér svo gott að halda utan svona trilling hjá mér með þessum hætti. Og það var í 11. október skrifa ég á Prjónum og Heklunáll 11. október 2025 og það fyrst að nefna M-kallið eða leyniprjónið sem að Stephen West var með sem ég keypti mér kit í og þetta sama gatn og í þessum sínusöfnum sem ég með og ég náttúrulega í miðri eða bara rétt byrjuð á einhverju umferð alveg, hef svo hægt þessu frá mér til þess að gera eitthvað annað og svo þetta eftir ég tók að mér að gera þessi sínusöfn þá bara hendi ég þið alveg til þér að því ég bara geta notið þess að vinna í þessu þegar ég er búin með sínusöfnin. Það liggur heldur ekkert á þeim en ég bara þannig að ef ég tek eitthvað svona að mér þá vill ég helst bara drífa það af. En þetta gæti náttúrulega ekki verið helgulegra kit og mér búið að finnast þetta ótrúlega gaman. Ég vissi ekki alveg hvað ég átti að halda fyrst, sko, með 1 og svo 2. Og ég veist ekki alveg hvert maður var að fara með þetta, sko, frekar en, þú veist, maður veit það ekkert endilega alltaf. Og svo bættist þetta við. Og svo ég núna í vöfflunum, eða fléttunum. Og ég hugsaði strax þegar ég fór í hluta 2 hugsaði, geðveikt að gera þetta einlitt. Og ég er búin að sjá eina sem gerir þetta einlitt og það bara klikka flott. Ótrúlega fallegt. Og hún með það í svona ljósum lit. Svakalega fallegt. En þetta náttúrulega út allt á netinu núna þannig að þið sjáu það betur þar. Fyrst ég eins og astni með þetta bara rétt byrja. En já, eins og ég segi, ég þarf bara að klára þetta, finna mér svo góða bíómynd til þess að ganga frá nokkrum endum. Ég ekki búin að vera eða þú veist, ég bara byrjaði á þessu einhverjum dögum eftir að fyrsta Clue kom út og það bara vatt upp á sig að ég náði ekki að halda í alveg. Ég var ellendist þegar að fyrsta kom út og ég sagði, ég tek þetta bara eitthvað gott laugardagskvöldi við bíómynd og hvítvínsglasi og græði þetta þá. En ég rosalega ánægð með litina eins og gefur að skilja. Hvað einn enn? Það vantar einn. Nú já, þannig hann. Og ég fekk mér líka Glowhair derið. Og hef notað það þar sem hann hefur svona stungið upp á því að maður noti það. Og þetta náttúrulega bara eins og alltaf hjá Stephen, svakalega vel uppsett vídeó sem leiðaði gegnum þetta allt saman. Þannig að ég myndi alveg fyrir svona djarfan byrjanda þá sem að, þú veist, bæði getur já, þú veist, þú þarft varla að kunna lesa uppskriftina því að hann nánast prjónar sjalið með manni alla leið. Þannig að hann má eiga það, sko, og hann má bara eiga helling. Hann alveg með rosalega góðar leiðbeiningar, góð vídeó og vel skrifaðar uppskriftir af vanda. Ég er náttúrulega mjög vön honum, en ég held að ég get alveg sagt að það sko mér sem mér félli stundum hendur þegar ég var að fékk Cluein og alveg bara, já, ég næ ekki að lesa mig gegnum þetta, þá get ég alltaf kíkt á vídeóin. Svo hefur náð að byrja alltaf
finna út úr þessu sjálf, en hef kíkt á vídeón til öryggis. Þannig að ég er búin að sjá þau og þau fara með mann bara alveg 95% af leiðinu og hinn 5% er bara viljinn að skella sér í þetta. Og það er aldrei of seint að taka það. Þessi uppskrift verður til og er til. Nú og í sömu körfu þá er ég að gera lopapeysu, Villanelle, nútíma lopapeysa eftir Maju Sisku og ég keypti mér snemma í sumar kit í Þingborg og þetta er Þingborgar lopi af því ég geti ekki fyrir mitt litla líf því miður prjóna úr Ístex lopanum. Þannig að ég ákvað bara að fá mér Þingborgar lopan og ég er sérst búið með munsturbekkin. Hann var alltaf sumt. Þetta var trillingurinn sem greipið hann og ég fitjaði upp á öllu og ömmu þeirra. Hér átti reyndar kúlurnar að vera í lit, þessum ljósa, en sumir voru bara mjög æstir og bara, lásu kannski ekki endilega alveg allt í gegn. En þetta er ferlega þægilegt. Þetta er tvöfaldur plötulopi og prjóna á 6,5. Þannig að ég, þegar ég er búin að koma frá, sko, og svo er þetta aðliturinn svartur, þannig að ég þarf að vera rosa góður í birtu við að gera þetta. Og þannig að ég áttur að taka, þú veist, ég var enga stund að þessu þegar ég get setið yfir þessu í góður birtu og það væri alveg bara geggja næs að eiga þessa peysu tilbúna akkurat núna þegar það er frost úti. En hún er svaka skrjáfur, ég ætla bara að sýna ykkur ég bara þoli þetta. Hérna bara, og þetta er allt undið fyrir mann tvöfald. Hérna er svarti og síðan eru handlitaðir berustykkislitirnir. Og nú er ég strangt ekki búin að nýta þá og það er alveg glás eftir, sko. Restin á bara var svört, en hver veit, kannski gerir maður eitthvað, klippar maður eitthvað sjálfur. Þannig að þá get ég sett. Og afsakið skrjáfið, ég þarf bara að losa hérna aðeins af borðinu til að þetta á svona syngur. Nú, svo langaði mér rosalega að gera mér kjól. Þú veist, að þegar maður er búin að prjóna alls konar peysur og sjöl og sokkahúfur og bara name it. Ég hef prjónað gammósigur á barnabörnin og kjóla á barnabörnin en ekki. Þetta er á mig. Verður á mig. Markmiðið var að hafa þetta klárt núna fyrir aðventuna en ég næði því ekki. Það var áður en ég ákvað að taka að mér að gera sýnishornin. En það er alltaf að koma veislur og viðburður eftir þennan. Og þetta er Pierre dress og ég keypti uppskriftina á Ravelli eftir ábendingu frá systur minn og þetta er bara svona blúndubilun og maður þarf alveg að vera í hérna undir kjól undir þessu af því að þetta er alveg, eins og segir, blúndubilun og þetta er alveg búið að vera áskorun, sko. Það prjóna fram og tilbaka og fyrst þetta stykki svo hitt og svo alls konar og síðan er þetta hneppt saman hérna að aftan og ég ætla einmitt þegar ég er búin með þessa hespu þá ætla ég að fara í það að ganga frá handveginum og hérna kraganum. Ég er búin að máta þetta og þetta er allt í lagi. Þetta er svona kannski í það víðasta en ég bara vil láta það ganga, annars bara er það verslunarhöllin. Og ég keypti garnið sem mælt er með í þetta, hún mælir með tvenns konar og þetta er Knitting for Olive Pure Silk. Poppy Rose.
Og þetta bara dásamlegt, þetta gafn. Og ég keypti þetta í gafn í gangi. Sendi mér þetta á 01 að norðan. Ótrúlega snögg og flott þjónustu alltaf hjá þér. Þannig að þetta eitt af uppfyllunar tryllingsverkunum sem á heima hérna í bleikri tösku. Ég bara halda áfram með uppfyllunar tryllingin. Hér svo peysa sem heitir Sweater No. 1 frá My Favorite Things Knitwear og bara mjög plain. Þetta bara með löskum og hérna nema hún gerð úr tvöföldu móhairi. Og ég bæði að nota handlitað og bara móhair sem ég átti til þess að halda með tvöföldu. Þetta sem sagt, annars vegar ég held þetta sé hex. Og miðarnir eru ekki hér onni, þannig að, en þetta líka íslenskur handlitari. Jesús, hvað þetta stólur mér. Þetta hérna Vivid Wool. Hún ætla að hætta að lita eftir því sem best veit. Þannig að svo ég með onion með þessu móhairið og Kid Silk til þess að hérna halda með. Svo þetta gangi nú allt upp í eina peysu sem það mun á endanum gera. Og já, og þetta hefur bara verið að grípa í svona en ekkert neitt. Þetta rosa gaman fyrir mig að sjá hún í pókana því ég hef ekkert verið á flakki á milli verkefna síðan hérna í lok október eða byrjun nóvember sem ég fekk verkefni frá Steven. Þannig að þetta líka svona, já, það komið svona langt, en gaman. Það eins og að renna á mann eitthvað bara æði og maður prjónar og síðan það Musselburgh húfan sem að svo margir hafa gert og þetta hana í Soldu Tík. Fekk hana á Ravelli á sínum tíma og ég að nota hérna Tosh, Madeleine Tosh sem að ég átti, sem að systir mín drösla eftir hann heim fyrir mig frá Ameríku. Búið með alveg svona mikið, en ég byrjuð. Ég hugsa að þessi, þegar ég verð búið með útöfningarnar, þá fer þetta verkefni út í bíl og mun eiga heimili þar á meðan að hérna. Og þetta svona húfa þar sem þú fullnýtir gafni ef þér hugnast það. Sem að ég ætla vissulega að reyna að gera. Svo hérna peysa sem að ég að byrja á. Ég hafði gert þetta úr onion garninu sem að var með hör og bómull minni mig. Og heitir Agave, peysan heitir Agave eftir Yumiko Alexander. Og þessi hérna, óbúslega gaman að gera hana. Og ég gerði hana einmitt svona létta og þunna og saumalega hina típuna. En þessi verður þykk og hlý og íslensk. Eða fyrir íslenskar aðstæður og ég að nota hérna Peruvian Highland Wool frá Filcolana í litnum 334.
og keypt hjá Garn í gangi fyrir löngu í eitthvað annað verkefni sem að greinilega var ekki gert og ég kom inn alveg búin 2 umferðir. Svona byrja ég tek alveg kast. Fytja á, gerir kannski 2-3 umferðir og svo bara fer þetta í svona röð og ég tek svona á þessu reglulega. Nema það hérna reglan datta hans hérna út. En það var slæg. Svo þetta hérna Birdsong Shore. Ég minnir þetta sé frítt á hérna Ravelry og þetta er lifeiscozy.com eða lifeiscozy á Ravelry. Og þetta er bara svona með djúpu vaffi. Og ég má ákveðna manneskju í huga fyrir þetta. Og ekkert sem að liggur á neitt og þetta er hérna úr Mominoki garninu. Annars vegar silver og svo dark navy. Mjög fagurt. Og það er sama sagan. Ég er komin gríðarlega langt. En maður fitjar upp á bara hauga lykkjum. Og svo verða þær lykkjurnar ennþá fleiri þar til yfirlíkur. Og mér sýnist þetta að vera alveg þannig að maður getur nýtt garnið eins vel og maður mögulega getur. Og það er 60% ull, 20% silki og 20% rami í þessu og það eru 425 metrar í 100 grammanum. Á Mominoki. Sjúklega fallegt garn. Og gaman að prjóna úr því. Þannig að ég er að vinna verkefni núna með annars vegar sem er alveg með silki í kjólnum og svo þetta með silki blöndu. Og þetta er eitthvað svona, það er eitthvað næs við silki. Er ég alveg að fara með ykkur á hundavaði hérna yfir allt saman. Jæja. Þið báðum það. Djók, það er enginn Hér er ég búin að fitja upp á svona svakalega miklu. Og þetta er Clover frá Skappel. Og ég fékk mér þessa 2 liti í hana. Og ég ætlaði að vera löngu búin með þetta en málið var að ég dóttir mín að hérna, miðjan okkar, hún á ekki afmæli reyndar fyrir í desember en fyrir í ágúst. Það segja, mér langar í þessa peysu í afmælisgjöf. Ég æstist öll upp og pantaði í hana og líka þá fyrir mig. Þetta er Ester-peysan sem að rosalega margir hafa verið að gera og margir alveg grenjað undan uppskriftinni og ég skal alveg vissulega viðurkenna það ef að ég væri ekki svona vön að prjóna og bjarga mér þá hefði ég líka grenjað. Hún er hræðilega illa, eða sko hún er kannski ekki beint þannig illa skrifið ekkert endilega, en maður þarf að hafa slatta prjóna þekkingu til þess að bara kasta henni ekki út í horn. En svo á móti kemur að Marie hlaupadrottning sem hafði aldrei lyft upp prjón held ég, hann langaði svo að prjóna þessa peysu og fékk einhverja með sér í það, keypti garn og prjónaði hana og nú er hann bara eins og verksmiðja. Prjónar og farin að hanna eigin og strax einhvern veginn komið með þetta bara veit hvað hann þarf að gera til þess að úr þessu veri flík. En þetta er samt ekki fyrir alla að henda sér í svona verkefni. En
Ég hafði það og dóttir mín hæstánað með hana og ég ákvað að panta sérst frá Skappel og fá bara uppgefið gagn í þetta og sé ekkert eftir því. Þetta alveg kostaði sitt en ég sé ekkert eftir því og þá fær maður líka uppskriftina með sem var annars ómögulegt að vera sér út nema hreinlega að deila á milli sem ég aldrei spennt fyrir. Ég hef ekki komist hjá því. Þannig að já, mér langar líka eins og með lopapeysuna, ég vildi að vera búin með þessa því að þú veist, það er frost á Akranesi þessi dagana. En stillt og fallegt. Maður fer þá bara í bakaræðinni líka við nýra Langasandi í Gausu og hlýja sér þar ef mann verið rókalt. Síðan, ég er búin að vera í alveg svakalegu teppastuði en ég ætla að klára að sýna ykkur hérna. Hér bara eitthvað svona sem ég er búin að vera með í bílnum sem átt að verða húa en orðið eitthvað svo hjúts að ég ætla bara að, ég alveg búin með gatinu og ég ætla bara að klára þetta og búa til einhvers konar bara tuður úr þessu. Bara eða eitthvað, ég veit ekki. Ég ætla bara allavega að halda áfram að nýta gatni. Þetta var ekkert spennandi gatt sem ég vildi samt einhvern veginn koma í lóginn með 2 þræði saman og þetta átti að vera eitthvað svona muscle burrow hattadæmi en hann alltaf víður og ég bara hef enga löngun eða nennu í að ég laga það og þetta restin af gatninu og þetta jæst upp mjög fljótt. Og síðan það þá teppafárið. Byrjum á tvíburuteppi númer 2 sem að mér þykir alveg einstaklega vænt að vinna í. Mér þótti líka mjög vænt að vinna í hinu en þetta hefur svona pínu sérstaka þýðingu. Þetta laufeyjateppi og höfundurinn Rósa Tom sem að margir þekktu í Prjóna og Heklinu á Íslandi en hún féll frá fyrir hvað? Það allavega komið ár síðan. Í það minnsta. En ég sá þetta, ég fór einu svona prjónaheiting með henni í Gaddbúð Eddu í Hafnarfirði og með Lindu og henni og Stíven Vestvarðar líka og fleiri. Og þar sá ég þetta teppi sem hún hannaði og gaf út á uppskrift og mér alltaf alveg síðan þá langað til þess að gera þetta. Svo nú ég að gera þetta fyrir hinn tvíburann. Og það var rosalega skrítið að ég er nýbúin að kaupa uppskriftina á Ravelli og mér fannst svona pínu skrítið að vera að kaupa uppskrift eftir mannesku sem er ekki lengur með okkur en ég vænti þess bara að þetta er að skila sér til dætranna. Þannig að það er gult og pistasíugrænt fyrir tvíburana. Þetta er þannig fljótgerðara því að staurarnir sem í gula teppinu eru ekki alveg hefðbundnir þannig að ég þurfti að vera svolítið svona á tánum með þá. Bara nýtt, þú veist, að því ég er ekki einhver jú, ég get nú alveg fara að flokkast sem þokkalega vanur heklari en ég þekki ekki nærri öll sporin eða neitt slíkt. En þetta veitir mér hlýtt í hjarta að vera að vinna eftir uppskrift frá henni Rósu okkar. Þetta var ótrúlega góð kona, fallega sál. Mikill söknuður af henni. Nú, þá vöðum við bara yfir næsta teppi sem heitir Jelly Roll Blanket eftir K.F. Jones í Bakery Bears. Ég er búin að gefa þetta út og ég er búin að bíða bara svakalega spennt eftir þessu. Af því náttúrulega, þú veist, maður á alveg alltaf, það er magna, maður á alltaf afgang. Alveg sama hvað maður gerir. Og Jelly Roll er náttúrulega svona með tilvísun í bútasaumsheiminn
Hún var búin að gefa út teppi sem var prjóna í svona jelly roll renningum og svo langaði hana að gera þetta í hekli og ég gera þetta töluvert lengra heldur en, þú veist, heldur en uppskriftin segir til en uppskrift náttúrulega bara til þess að styðja sig við og maður heldur á þessu þræðinum tvöföldum annarkvort, þetta eru þess 2 fingering þræðir og ég búin að vera með sama litin alveg í gegn og svo ég að skipta út alls konar svona gulum tónum í þetta og mér langar helst að fá þetta aðeins lengra, þetta niður á gólfi svona, að fá aðeins lengra og svo að þetta meira minn allt súpuost þá gefur þetta líka aðeins eftir og ég fór reyndar líka upp í 4,5 en það er ráðlagt 4, ekki að það skipti neinu máli í svona teppa dæmi og ég fór í 4,5 bara til þess að fá svona aðeins, mér finnst svo gott þegar teppin eru svolítið svona laus í sér en samt hlý. Þannig að þetta verður pottið það, sko þó að þetta eftir að léttast eitthvað aðeins þegar maður þvær þetta en samt þétt. Og þetta er bara mjög skemmtilegt. Ég er alltaf semst að klára lengjuna og hún er líka alveg frábær í vídeóum og það er alveg bönsa vídeóum með þessu og ég myndi alveg, þú veist, ef þú kannt að gera loftlykkjur þá bara, og langar að prófa eitthvað, þá er þetta eitthvað sem að leiðir þig, vídeón hjá henni leiðaði áfram, mjög vel gerð. Og þannig að svo, já, þegar ég er búin að gera fyrstu lengjuna og orðin sátt í lengdina þá horfi ég á næsta vídeó og læri hvernig ég á að tengja næsta renning við, maður heklar hann sérst jafnóðum við og svo næsta. Ég hefur sýnt ykkur bara hérna jelly roll. Ég er fann að reyna að vera svolítið dugleg að nota appið Knit Companion. En þetta er teppið hennar, ok. Og já, bara mjög gaman að gera það. Nú, annað afgangateppi. Svona af því að ég átti orðið svo mikið á DK afgangum, þá er ég bara, ég gerði þetta einu svona úr fingering. Gerði bara svona risa granny square og er bara að gera það með DK. Og ég er að nota 5 mm í það. Það er alveg fínt þegar maður er að gera þetta granny af því það eru svo stór gullkortið í því. Og þetta er restin af því sem er til í bili og svo er það góða við heklið og svona teppi, afgangateppi og svo auðvitað bara, þú veist, byrja aftur þegar maður er búin að koma sér upp meira stassi. Svo ég fyrir tilbaka í jelly roll teppi, þá er ég með nokkra svona póka með svona þar sem ég er búin að raða svolítið saman, velja litasamsetningar. Svo þetta verður ekki alveg brjálæðislega random. Og sérst byrja á svona gulu litunum. Svo er það bara eins og, þú veist, bara það er í einhverjum litunum á ég kannski rosalega lítið af í þeirri palettu en það er allt í lagi. Þetta er afgangavinna og þetta er bara við hliðin á stólnum mínum og grípi þetta í þegar það er gerst. Nú svo var svo fyndið, ég var að lesa í síðasta þættinum. Þá var ég að vesenst við að finna hvað ég ætti að gera úr garninu sem ég á frá Stephen West. Og ég var búin að fylla upp á 13 uppskriftum eða guðmátt hvað. Nema svo bara endaði ég á að gera ætlaði ég bara svona að gera granny stripe teppi. Og það verður það að það á allavega að verða stórt.
og hér bara fullt af vestúl úr grófasta flokkunum og ég nú í pínu vesinni ef að hekluna hún ekki að nóni. Batteri. Jú, hérna heklunál. Hún 4 millimetrar. Já. Kannski. En ég ekki komin það langt með það. Jú, ég hugsa 4 svipar alveg 50. Það svona hennar. Ég byrjaði samt á þessu eftir fyrir sumar sko, en já. Ætlaði að gera teppi hérna sem að hann gaf út. Hvað heit það? Hann kom út í sumar. Það var byrjað á því, en það byrjaði með að vera, þú veist, ekki með svona speklað og eitthvað svoleiðis í því, þannig að ég gafst upp á því. Og þetta bara alltaf rosa næs að gera svona granny stripes eða squids eða eitthvað. Nú, svo það neitteppið. Þetta alveg að hafast hjá okkur. Og það hérna sjónarhóll eftir Tinnu Þorvalds. Þetta verður svona svaka eins og Lína Lánsokk hafi sendt inn pöntun og beðið mig að gera fyrir sig. Það á heklunál 3,5 og ég búin að gera hérna eitthvað af dúllum í þetta. Mjög bara random og ég nota Drops Flóru. Ég átti alveg svakalega mikið af því og fannst bara kjörið að hérna nota það í þetta. Ég held að þetta sé alveg nóg, en það er þá hægur vandi að fara niður í likku hérna á ekranum svo ná sér í meira. Þetta sem sagt allir bútarnir. Þannig ég man ekkert, ég var með eitthvað plan, hvaða, þú veist, ég ætla að gera x marka þessum og ég færi yfir í næstu stærð og eitthvað, en that was then, man ekkert. Það var svona að þegar maður bara í tómu kærleysi og skrifar ekki neitt niður og man ekki fyrir hotn og svoleiðis. Við erum bara búin að komast yfir allt sem í gangi. Það var svona pínu léttir samt, þetta ekki eins svakalegt og síðan ég með svona á óskalistanum. Ég nú bara byrjuð hérna, nú 25, það hérna Jelly Roll teppið. Ég með óskalista þar sem ég búin að ákveða til dæmis hérna October Day sweater og ég á svona rosalega fluffy, ég man ekki hvort sé svona súri alpakkagarn frá Kristínu í Vastnes. Ég var búin að gera peysu sem heitir gellupeysa úr því, nema svo bara þegar ég fórst að þá fílaði ég hann ekki, þannig ég rakti bara upp gatnið og ætla að gera October Day sweater úr því. Mér langar rosalega að gera mandölu svona og strekkja utan stóran hring, hekla það. Salty Day sweater og nota verstúl, ég man ekki eins og hvað peysa þetta en svo á ég gulan æsverðlopa sem tvinnað með, eða svona 10 lítur, tvinnað saman með hvítu og gulu og það Ylva peysa til uppskrift af hjá Æsver sem einmitt með þeim lit og úr því gatni sem líst bara rosalega á. Síðan það hérna Rósi sweater eftir Leknir sem allir og amma að gera. Og ég var að spá að nota í hana en svo í gær rakst ég á aðra peysu. Sun sweater sem að fara í samprjón. Sá ég á Facebook eitthvað staðar, nema hvað ég
er náttúrulega ekki að fara að gera þetta strax og er þar alveg ekki verið samprjón. Þú veist, ég þarf ekki að kaupa mér garn. Ég er hérna með liti í sem að mér langar alveg hryllilega að nota. Úr ég ætla að sýna ykkur mynd af peysunni ykkur síður. Sjá. Þessi. Og þá myndi ég hafa bara grunnlitin hvítan. Og svo ég nefnilega bara held ég eins marga að bleika tóna og hægt er að fá í þannig ég ætti þá bara bleika á aprikósu, ætti þá bara eftir að velja það. Einmitt, gengur svakalega vel hjá þér Helga. Það eru þessir svona fölustu. Og hérna koma dekkri bleikum, svona meira bleikir og svo aprikósudeildin og síðan bara ljós sem þá grunnliturinn. Og mér langar að gera þessa sun sweater með eitthvað af þessu eitthvað tíman. Síðan sá ég daginn sem heitir Fanny Granny Adult úr DK gróleika og þetta hekluð peysa sem að mér fannst rosalega eitthvað spennandi en ég með hana hérna á alveg pottþétt eitthvað staðar garn í hana. Bara skulum ekkert efast neitt það. Hún svona. Við langar að gera þessa. Úr eitthvað skemmtilegu. Vertices Unite sjalið, gamla góða frá Stephen West. Langar mér rosalega að gera úr svona single eða einspinnu og nota þessa liti. Og þetta The Wandering Flock, Haney House Yarn, Walk Collection og Queen Fiber. Svona bara mjög spennt fyrir því. Síðan að því að maður á aldrei nóg gagnu. Og þegar maður langar í eitthvað núna, þá fær maður sér það núna. Alltaf fyrir að hugsa okkur fekk ég svona mikið á móher. Alltaf þetta nú það. En það var að koma, kannski að þið ávaru tvöll móher í því. Það var að koma út uppskriftakjól, annað kjól. Partykjól sem heitir Camille Dressir Camille Dress þessi hérna og í hann nota hérna Silk Hair frá Lana Grossa og þessi litir voru ekki til þegar ég bara hér á Íslandi þegar ég var að fara í þetta og systir mín stödd út í Bandaríkjunum þá líka ég bara að senda þetta á hana og hún dröslaði þessu heim fyrir mig og þetta Cosmo sem og þetta fer saman og það svona þetta fáránlega mjúkt þó þessar pallettur séu í þessu þá garnið alveg maður finnur ekkert fyrir pallettunum, en maður finnur vissulega aðeins fyrir móherinu. En það alltaf mín vegna því ég get gengið í gaddavír eins og ég oft talaði já, maður heldur sérst á 2 þráðum á móherinu og 1 á þessu.
Þetta var ekkert síðan prjóna, þið veitir. Síðan var ég að fá sendingu frá Hobby. Ég langaði lengi að fá að panta þaðan og gera það núna. Ég var bara að koma heim með þetta. Þannig að ég ekki búin að skoða þetta einu svona almennilega. Og að grípa þetta hérna upp á pókana sem hún á gólfi svo ég æri ykkur ekki. Sjá. Já. Party Deluxe. Það var ekki pallettur í hvíta kónunum, en það alltaf læg. Og ég var að hugsa að gera, svo aftur á móti svona pallettur í svona bleika og gula. Og ég keypti viðeigandi móher með líka. Og ég langar að gera einhverja röndótta skemmtilega úr þessu. Langar og langar. En svo, þú veist, maður að vinna og alls konar. Þannig að einhvern tímann ger ég eitthvað af þessu, en þetta er svona draumurinn. Svo þurfti ég að ákveða að fylla aðeins upp í. Og þetta er svona rókanter sem að mér hefur oft langað til þess að fá mér. Og þá er þetta bara notað eins og prjónamerkin ef maður færi bara í hverri umferð. Það er auðvitað ef maður þarf að vera eins og oft ef maður þarf að vera að fækka aukalykkjur í peysum eða hvaðeina. Og ég fekk mér bara svona 2, ég reyndi með svona Halloween dúta hérna niður en það skiptir engu máli. Það er alltaf hálfgert Halloween hérna hvort það er í gangi. Segir svona. En já, þetta er svona það sem að Chellan er að gera og ég ætla ekki að fara að gera þetta eitthvað að einhverju reglu en mér langar samt að koma kannski hérna inn á 1 til 2 mánaða fresti eða eitthvað, bæði svona til þess að veita sjálfur mér aðeins aðhald og hérna halda utan um það sem ég er að gera. Ég er svona, það verður svolítið annars aðventan, byrja núna helgina og verður alveg til 20. des. Þá er eitthvað að vera á hverja einustu helgi, þannig að prjónatíminn verður svolítið skrítinn og flestir þessi viðburðir eru í Reykjavík sem er bara frábært. Við erum nú meðal annars að fara að hitta kanadísk vinahjón okkar sem ég kynntist nú í gegnum handavinnu töskuna mínar á sínum tíma og við ætlum að fara með þeim á jólasymfóníuna og borða saman og vera á sama hóteli og bara gaman að því og við áttum orðið að einhverju ógreina gjafabréfum sem okkur langaði að nota þannig að við erum bara að fara að leika okkur á aðventuna og horfa á alls konar skemmtilegt. Moulin Rouge, Vitringana 3, jólahólf og ég veit ekki hvað og hvað. Þetta er bara, nú er þetta svona aðeins að verða yfirþyrmandi en svo ætlum við að jólanum í Bústað, við verðum þar í viku og þar sé ég fyrir mér að ég nái nú að taka svolítið með mér að verkefnum og geti kannski unnið svolítið, tekið góða skurka í einhverju velvöldu, reyna að vera kannski pínu skynsum og taka ekki öll 15 verkefnin eða hvað þau eru mörg með mér, en hver veit, það fer svolítið eftir pláss í bíl og annað hvað verður pláss fyrir mikið. En þetta er svona, já, svo er þetta ógeðslega mikið svona eigingirnisprjón. Það er ekkert talað um barnabörn eða neitt hérna sérstaklega, en dætur mín að vita það alveg ef þeim vanhagur eitthvað þá láta þau bara vita og ég græja það. Ég nenni ekki, eins og ég margoft sagt, að prjóna eitthvað handa krökkunum sem er svo ekkert nota. Það er ekkert gaman að eyða tíma eða peningi það. Þannig að hérna, en að meðan þetta er svona, þá bara er þetta mitt. Og svo þegar ég er búin með Striped Asian, að þá hérna eru nokkur verkefni sem eru svona á loksprettinum sem eru gott að koma frá og spýti lóana þá með hinn, sérstaklega eins og lofapeysuna sem er á prjónunum með 6,5. Ég ætti nú ekkert að þurfa að vera í ár og daga með hana. Nú annars er bara öðru leyti allt gott að
frétt af okkur. Bara rosa gaman í vinnunni, heilsan búin að vera merkilega til friðs. Ég reyndar er komin í frí í crossfitinu í bili og er bara komin í svona minni hóp og er bara 2 í viku þar og svo hef ég aðgang að fullt af tækjum og tólum í vinnu sem ég nýti mér á móti. Bara þurfti aðeins að skipta umhverfi. Ég var ekki alveg nóg kátt með breytingarnar sem urðu þegar að CrossFit stöðin mín fluttist hérna upp í World Class og ákvað þá bara að draga maður til hlés í því og meðan að ég væri að sleikja sárin yfir vonbrigðunum þar og svo bara, þú veist, fer ég þá þangað aftur ef mér hugnast það, en ég verð að hreyfa mig, annars er ég bara óþolandi, segi ég. Og við erum bara búin að hafa rosa gott. Í sumar fórum við reyndar í apríl til Ungverjalands og svo fórum við 2 til Svíþjóðar, fórum í júní og svo núna í október að heimsækja vini okkar þar. Fórum í afmæli í júní til þeirra og svo okkur fannst við ekki hitta þau nógu mikið þá og svona, þá ákváðum við bara skjótast aftur einu svona helgi og það var bara æði. Fórum náttúrulega að veiða upp í veiðivötnum og já, ég man ekki, svo bara, já. Fórum í sumarbústað í viku, sama bústað við ætlum að vera í jólin. Þannig það er bara, og já, barnabörnin dafna og reyndar þurfti hún eldri hundurinn, yngri hundurinn sem að dóttir mín átti. Labradorinn, það er 2 ár síðan hann var svæður og svo var hún svæður núna í sumar. Þau gátu ekki verið hundalaus og voru þar að leiðandi komið með 2 systur, gula labradora, hreinræktaða skömmu áður en að hinn var svæð og það gaf þessari gömlu alveg rosalega mikið. Hún hafði sjálf aldrei orðið korpafull og hún fekk mikla útrás fyrir að tuktast aðeins í þessum litlu villsingum og þó svo henni, þú veist, þetta gaf henni svona lífsviljan aftur, en svo þú veist, kemur bara einhverjum tímapunkti þegar gigtin er orðin óbærileg, þá verður bara að setjast á við það. En þessar systur eru alveg yndislegar, þessir loðboltar. Önnur þeirra er sýningahundur og er á fóðrunarsamningi hjá önnu minni og hina eiga þau alveg og hinn fer í 1-2 got og svo fá þau að eiga þessa sem eru á fóðursamningnum. Þannig að það er, já, og síðan er elsta dóttir okkar, þessi sem á Tvíburana, hún er að flytja niður á Skaga. Það er bara eins og það er, það skilja stundum leiðir við makamanns og þannig fór það hjá þeim og hún er að flytja hérna niður á Akranes og verður bara henni blokkar rétt við okkur sem að vera yndislegt og við erum að fara einmitt helgina að hjálpina að græja aðeins íbúðina hjá henni svo við getum nú fara að koma sér þangað. Og já, litlan okkar býr í bænum, bara alsæl þar í sínu. Já, við erum bara að vinna og veiða og hreyfa okkur og prjóna svolítið og hekla svolítið og erum mjög heimakær. Þannig að þetta verður áskorun þessar helgar sem framundan eru, en það er svo sem bara ein helgi sem við erum ekki að gista heima. Annars komum við alltaf heima að sýningu lokinni og eru hér. Pabbinn er kominn á, man ekki hvort hann var kominn inn á Höfða síðast þegar ég var hérna, en hann er allavega kominn inn á dvalarheimili og verður nýræður á næsta ári og bara svona rakarhægt og fljótt. Er með heilabilun en samt alveg, hún líður rosa vel og agalega ánægður inn á Höfða og segir alltaf að þetta sé betra heldur en 5 stjörnu hótel af því þarna fær maður aðstoð við að þvo sér. Hún finnst það afar, það er ekki hægt að bjóða það á hótelum sko.
Og svo kom maður bara og hann þarf ekki að spá í mat eða lyf eða nokkuð skapaðanlegt. Það allt, séð þetta allt fyrir hann og svona síðasta tengingin við gamla lífið fjall núna í fyrradag þannig að seldi bílinn sinn og löngu hættur að keyra og þannig að nú hann bara, eins og hann segir, bara gamall kall sem hefur það gott og líður vel og sáttur við allt saman. Hvernig sem það fer og það ástæða fyrir því að við ætlum að vera í viku í burtu jólin svo að við vorum náttúrulega á leið í bústað þegar á 22. desember fyrir 3 árum þegar pabbi dettur og brotnar og svona upphafið af allri hans verslun heilsufarslega og já, það kom líka ljós í sumar að hann með ristilkrabba en það ekkert sem að mun leggja hann neitt frekar en eitthvað annað og og ég á svona ennþá eftir að aftengja mig við það sem að því fylgdi þau jólin og treysti mér alveg 100% að fara núna að því hann svo miklu öryggi það sem hann og ég hlakka bara rosalega til að vera með tærnar upp í loft með Helga mínum og prjóna og fara út í pott og horfa vonandi á norðurljósin og kveikja í arninum og allt það. En hver veit, kannski á ég nú eftir að hitta ykkur fyrir jól, en þetta svona surprise. Svo, þú veist, veit ég ekki hvernig ég komast inn í YouTube, það getur vel verið að segja eitthvað rosalega breytt í dag og ég kom með aðra tölvu og ég átti að finna eitthvað sem að hjálpa mér að klembra þessu saman þannig að ég get fluttið inn á YouTube. Þannig að við verðum bara að sjá hvað gerist, kannski fá það ekkert að sjá þetta. Kannski ég bara búin að tala sjálfa mig rúman klukkutíma. En já, og rosalega gaman að keyra í þetta. Ég búin að vera alveg að ganga með þetta í maganum í, eins og ég sagði, svolítinn tíma að skrásetja mig. Þannig að þetta svona heldur aðeins betur utan mig hvað allt þetta brölt sem ég að gera. En ég bara óska ykkur eins og ævinlega góðra handavinnu vikna og daga og mögulega mánaða ef ég fer að klikka eitthvað og vona bara að þið hafa það rosalega gott á aðventunni, njótið hennar eins og hægt við gerum það öll á mismunandi hátt og mismunandi löngun í það. Ég allavega miklu meiri aðventubarn heldur en jólabarn, þannig að ég hlakka til að sjá ljósin og ég var nefnilega fór ein til Búdapest í 2 vikur á aðventunni í fyrra og þar svona endurnýjaði ég ást mína á aðventunni sem að kannski lýsir þessu sem við erum að fara í öllu núna, alls konar tónleikar og vesen framöndan og ég mæli svo innilega með þessu. Ég tók mér svolítið tíma að viðurkenna það fyrir Helga að þetta eitt besta frí sem ég nokkuð tíma farið í. En þetta var æðislegt, mæli með, fara ein eitthvert og bara hugsa sjálfan sig. Það var rosalega gott. En ég bara takka fyrir í dag. Ég vona að ég bregði ykkur ekki ef ég næ að koma þess inn á YouTube en það verður gaman að fá ykkur viðbrögð og sjá hvað að frétta hjá ykkur. En þangað til næst, takk fyrir og bless bless.